Það var svo sannarlega mikið dýrðir í glersalnum á efstu hæð stúkunnar á Kópavogsvelli fyrir fyrsta leik Pepsi-deildarinnar á móti KA. En hér voru mættir ásamt gestum markhæstu leikmenn Breiðabliks frá upphafi. Það var formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks Ólafur Hrafn Ólafsson sem tók á móti gestum og kynnti inn Pétur Ómar Ágústsson sem hefur haft yfirumsjón með blikar.is og öllum þeim tölum sem þar koma inn. Við skulum kíkja inn og sjá þessa blikahetjur sem hafa skorað mörkin í gegnum tíðina. Mikið með þetta, ekki fara langt. Hann spilar fyrir okkur 201 leik. Þar af leiðandi ert þú einn af þeim sem átti að fá platta fyrir það að ná þeim áfram að spila 200 leiki. Tósi? Nei, ekki. Og það allt saman í vinnslu. En það annað sem mér langar að benda á í tengslu við hann Bonna og það það að við erum að veita viðurkenningar fyrir yfir 50 mörk skoruð í öllum keppnum. En ef við leggjum saman leikjana hjá honum Bonna í A-deildinni sem eru 43 og B-deild 102 og mörkin, þá eru þau þarna 61. Þá hann markahæsti maður Breiðabliks í deildarkeppni, í A-deild og B-deild samanlagt. Og til hamingju með það, Bonni. Það var síðan Andrés Pétursson lærlingur hjá Blikar TV sem tók viðtöl við nokkra af markaskorunum. Jón Ingi Ragnarsson og Guðmundur Þórðarson, hjartanlega til hamingju með þessa verðlaunaveitingu yfir 50 mörk og óteljandi leikir. Hvernig tilfinning það að standa hérna núna og horfa tilbaka? Hún bara mjög góð. Já, frábær tilfinning og þetta kemur manni kannski í stóra samhenginu svolítið ávart. Að við skulum vera leikmenn fyrstu 15-20 árin og við erum 4 í þessum hópi sem að kemur manni kannski drögt óvart. Það voru ekki margir leikir á ári sem við spilum. En Guðmundur, nú varst þú fyrsti landsliðsmaður Breiðabliks í knattspyrnu og skoraðir flest og hefur ert ennþá númer 1 sá sem hefur skorað flest mörk fyrir okkur. Er eitthvað eitt mark sem er eftirminnilegra en annað? Ég hef ekki vann að hugsa svo langt aftur á bak. Nei, ég segi það ekki. Þetta allt svona, var alltaf gaman að skora bara. En hvað svona ykkur eftirminnilegast af ferlum? Einhver sérstakur leikur, einhver atburður? Það væri gaman að heyra frá okkur það. Ég á nú eiginlega kannski eftirminnilegasta markið í mínu hugskoti sem dúkkar alltaf upp. Vorum að spila í Litla bikarnum á móti íþróttabandari Árnaðarar á Vallakersvellinum og leikurinn stóð 3-3. Mér minnir að ég hafi búin að gera 2 mörk í þessum leik og þegar leiktíminn var að renna út og skoraði ég 4. sigurmark í leiknum, fór 4-3 og Daði heitinn okkar miklu góður drengur, fór alltaf snemma, að hann tók utan mig og fór með mig heila hring og sagði þetta kallar maður að berjast. Það var mikið stemning á Vallakersvellinum þetta var. Þetta var svona kannski leikur sem sittur upp úr það. En minnist að þegar mér í knattspyrnuferlinum kannski fyrsta landsliðsferðin til Englands sem var nú mjög sorgleg því að lentum í því að það datt niður svalirnar hjá okkur á fyrsta degi og lést. Þannig að þetta var svona spila með sorgarböndu og ekki svona alveg allir í stuði. En svona ef þið horfið svona til framtíðar og lítið á stöðu Breiðabliks í dag, hvernig metið þið, hvað maður segja, á hvaða level við erum komnir sem félag? Maður náttúrulega bara stoltur af því að hafa átt eitthvað upphaf þarna sem er komið að þessum tímapunkti sem í dag. Félagið náttúrulega starta alveg frábærum stað. Stærsta íþróttafélag landsins í fótboltanum. Yngri-flokkarnir blómstra og kannski aðalega það sem allir vilja sjá að það hefur verið að sinna öllum í sveitarfélaginu. Það kannski stendur upp úr. Það stendur líka upp úr
þessum tíma þarna eftir fyrsta árin svona hjá félaginu hjá manni þá náðu upp mjög góðu yngra flokkastarfi og bara tíma þá var það alveg bara atburður ef að eitthvað yngri flokkanum allt í bjarnaflokk töpuðu leik og sem sagt endaði með því að við vorum Íslandsmeistari allir flokkar á sama kvöldi 3., 4. og 5. flokkur 74 1974 já og þetta var ef að vel hefur haldið á spöðunum sko þegar þessir strákar allir komu upp að þá hefur alveg getið orðið eitt af stórveldum. En við eigum það þá bara eftir? Það er bara eftir. Það er eftir, já. Við erum... Já, aðeins komum eitt í viðbót. Fyrsta utanlandsferð knattspyrnudeildar var 1967. Fórum við til Sandefjörður í Noregi og Larvik. Spiluðum 4 leiki. Unnum 2 gerum 1 jafntefli og töpum 1. Bara frábær frammistaða. Og kannski eftirminnasti atvikið mitt þar að mér tókst að gera fyrsta mark Breiðabliks á erlendri grund. Þá ger ég annað markið. Númer 2. Við skiptum aðeins þannig. Við skiptum aðeins já, hann var eldri, það var sjálfsagt honum sko. Ég held að þetta sé bara, já. En síðan fórum við til Englands í framhaldi, sko. Já. Við endum í Englandi, komum að þetta versla. Og það sem var eiginlega gaman við að þetta var brúðkaupsferð Loga Kristjánssonar og Ólafur Þorvaldsdóttur. Og það hjónaband heldur ennþá. Ég held að það sé bara gott að enda á þeim nótum að það sé bara mjög gott að fara í brúðkaupsferð með knattspyrnu með Blikum. Jæja, Greta Kristjánsson og Sigurður Gretarsson, hjartanlega til hamingju með þessa viðurkenningu. Þið eru meðal markahæstu leikmanna Breiðabliks frá upphafi. Hvernig tilfinning það, Gretar, að standa hérna 50-60 árum síðar og vera í þessum sporum? Var þetta eitthvað sem að þið grunaði myndi gerast? Nei. Ekki til dæminu. Ég held að sé sama hjá mér. Maður átti ekki von á þessu eftir öll þessi ára að þetta einhver vinning fyrir þetta. Sko. Nei. Mér finnst þetta frábært að það skuli vera haldið utan að þetta skuli... Já, þetta eitthvað sem verðlaði hérna. En svona þegar þú varst að alast upp, Gretar, í Kópavoginum á þessum tíma, ekki mjög öflug, aðstaða. Hver var ástæðan fyrir að þú fórst í fótbolta, en ekki kannski aðrar íþróttir sem að þú hefði líka getað náð langt í? Ég var nú í frjálsum íþróttir líka, en fótboltavöllurinn var bara við hliðin á mér út á. Ég bjó í Melgerðinu, völlurinn var í Vallagerðinu. Þannig að það var mjög nærtækt og náttúrulega áhugin var strax til staðar. En þú Siggi, nú eruð þið 3 bræðurnir og ein systir, öll afreksfólk í ykkar íþróttum og þið bræðurnir allir, bæði Addi og Jói bróðurinn, líka spilað. Hvernig var að alast upp á þessu heimili? Var ekki alltaf alveg brjáluð samkeppni í öllu sem þið voru að gera? Jú, ég held að hún sé nú eiginlega bara ennþá fyrir hendi. Það eiginlega sama hvað þið gert. Þú varst ekki nema bara að spila á jólunum að þá er samkeppni mikil og fólk mjög tapsast. Já, þið þolið ekki að tapa? Nei. Þolið það illa. Já, þolið það illa. En ef þú, Siggi, horfir aftur á þinn feril, hvað finnst þér hafa verið hápunkturinn á þínum feril? Já, hápunkturinn hjá mér náttúrulega þessi meistaratitlar í Sviss, bæði með Grasshopper og Lutzein. Það náttúrulega það sem stendur upp úr. En Gretar, eru einhver sérstök mörk sem að þú manst eftir eða sérstakir leikir sem að eru eftirminnilegri en aðrir? Já, ég hugsa ef ég hugsa tilbaka þá ákveðið mark á Melaverðinum sem mér minnstætt. Og það byggðist bara á því að ég tók aukaspyrnu og hún lenti í dómaranum og það var það endurtakana og hún lenti í markinu. Og það var svona, ég fékk tölvöld út af því, en dómarinn ekki. En hvernig svona tilfinning hjá ykkur að svona standa hér, horfa á liðið okkar hérna, vera að keppa í fremstu röð? Er þetta sem að var alltaf draumur hjá ykkur að myndi gerast? Það sem maður hafi nú hugsað svo langt í raun og veru, en mann líður vel með það.
Ég myndi segja sko að svona fyrir einhverjum 10-15 árum þá sá maður þetta fyrir sér þetta myndi koma, sérstaklega bara með öllum þessum fjölda sem við höfum í yngri flokkum og svo allir þessari aðstöðu og svo náttúrulega erum við búin að bæta okkur líka, við erum konum með frábæra þjálfara í öllum yngri flokkum, þannig að framtíðin alveg gríðarlega björt. Framtíðin gríðarlega björt, segir Sigurður Gretarsson. Og Jóhann Arnar varð að sinna skyldustörfum því hann auðvitað þjálfari meistaraflokksins en við náum honum seinna en aftur feðgar hjartanlega til hamingju með þennan árangur og kærar þakkir fyrir hönd okkar allra, Blika fyrir ykkar framlag til félagsins. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.